Hamborgarar voru komnir til söguna hér í Reykjavík sko fyrir 1960 allavega og síðan fer Staðarskáli að bjóða upp á hamborgara, ekki alveg fyrst í staðan á landsbyggðinni en með þeim allra fyrstu. Staðarskáli opnar 1960. Hamborgara hugmyndin, hún kom í raun með konu sem hafði verið út í Bandaríkjunum og var að vinna í Staðarskála held í fyrsta árið sem hann var opnaður. Og hún var alltaf að segja frá þessum mat sem var borðaður í Bandaríkjunum. Þegar fyrstu hamborgararnir voru gerðir þá var það bara kúlan búin til, hún veit það ekki, sem var sett á bréf og annað bréf ofan á og svo var sett bara baunadós til að klessa hann saman svo það yrði hamborgari úr kúlunni. Það var fyrsta hamborgarpressan, segir maður eftir, það séð. Það var ekkert á hann, það var bara brauð og kjöt. Það var náttúrulega grænmeti var ekki til nema kannski rétt yfir sumartíman. Frönskurnar kom upp úr 1960 og það var náttúrulega plásið var ekki mikið kannski þannig í skálanum þannig ég man eftir því að var skrællt heima í húsi hjá okkur og farið niðrið með kartöflurnar í fötum og svo fengum við svona á mjög tæknilegt að var sett upp á vegg og þá þurftum við að setja eina kartöflu alltaf í og skera. Þannig var vinnan, það var mörg handtökin við hverja kartöflu. Hvað með hamborgarabrauðin? Hamborgarabrauðin voru eitthvað til vandræði til að byrja með en hef heyrt að pabbi hafi farið á Blönduós og hitt bakaran og í raun og veru sýnt honum hvaða væri sem hann var að tala og beðið hann að búa til þessi brauð